En byrjum á Stellu í orlofi sem full af ærslum og fjöri og hlýtur að teljast þeim dáðasta íslenska kvikmyndin. Excuse me. It's all right. Okay. Are you Tala bara íslensku. Bara íslensku, góða. Hún gerði mikla lukku og nú þegar liðin meira en 30 ár frá því hún kom út enn hort á hana, bæði af þeim sem vilja sjá hana með reglulegu millibili og eins af nýjum kynslóðum. 1, 2 og... Hún þetta sér rétt í bústaði. Blóð! Herregud, blóð! Allt í blóð! Af hverju hún svona elskuð? Kannski ástæðan sú að þetta hressilegur farsi sem góðir gamanleikarar gera sér mikinn mat úr. En svo það Stella sjálf sem í túlkun Eddu Björgvinsdóttur stendur dálítið sér á parti í persónugalleríi íslenskra kvikmynda. Hún ekki aðeins bjartsýn og jákvæð þó stundum virðist ekki mikil ástæða til, heldur einnig úrræðagóð og kjarkmikil. Það því auðvelt að finna til samkenndar með henni. Salómon minn, ég botna ekkert í því sem þú segja. Hún svo happy þetta helvíti. Mér finnst þetta alltaf alveg frábær setning. Og það hægt að segja það alveg Stellu. Ég held að konur og stúlkur hafi getað samsvara sig við hana og andað eitthvað létt og geta hlegið að þeirra kvenhallarisgangnum eins og við vorum búin að hlæja karlhallarisgangnum. Hún ekki skrípó. Hún sko, þér finnst hún vera raunveruleg kona og bregðast við eins og kannski mörgum finnst þeir myndu við skusti vilja bregðast við sjálf. Æska og ynd, ástir og vín. Það sem að ég var svo glöð með var hvað Stella og allt sem hún var að gangi í gegnum og öll hennar fjölskylda og allar þessu uppákun, þetta var svo íslenskt. Stella með svo íslenskt attitút, hann bara svona, já, við björgum því. Það sem svo skemmtilegt við hana þetta hennar sýn á allt bara, hvað með það þetta sé einhverjir úlingar fullir hérna úti. Hún ekki geðvond. Georg, hendirðu út í grillinu? Já. Viltu gjöra svo vel og ná í það? Þið geti verið stólið. Það oft með svona mömmutýpur og konur í kvikmyndum, ekkert endilega íslenskum, en bara þá þær oft fúlar. Og það enginn skilji hvers vegna það svona pirraðar en hérna. En hún það ekki, hún bara rosalega hress og alveg svona fullkomin sem aðalsögu í gamanmynd. Stella stórkostleg og allir elska hana. Kynslóð eftir kynslóð, það elska allir Stellu. Hún vissulega hetja því að hún svo burðug og hún gerir allt sem þarf. Og hún bjargar allir, hún bjargvættur. Hún hefur allt til að bera sem að hetja þarf að hafa til að bera. Salómon! Ég valdi mikið gula lit á hana og það einhvern veginn, það átti talsverða þátt í bara þessari líflegu, sólríku persónu. En Edda náttúrulega hefur þennan einstaka hæfileika sem kannski hennar mesti styrkur sem leikkonu, að hún tekur alltaf áhorfendur í faðminn og það tekst henni líka í Stellu. Nu langar mig att få veta, fru Stella. Þessi danska kvinna partur af programmet líka? Þú verður að svara mig strax. Mér fannst alveg óskaplega gaman að vinna með Ladda. Ég hafði aldrei kynnst honum og við smullum svo saman og það var svo gaman, hann svo fínlegur og hann hefur svo, maður getur beðið hann minnstu smáatriði og hann elskar að gera það. Sagan byggð á sögu systur minnar sem að leit út fyrir að vera að skilja þá og mér þótti það mjög leiðilegt og þetta síaðist svolítið inn í mig og ég var í góðu skapi því ég skrifaði handritið þannig að ég gerði eins gott úr og svo hægt var. Þið leysið á einni fjölskyldu. Krakkar, komið þið. Við erum ekki hérna lengur. Við farin. Þetta var undrunarefni hvað hún var svakalega flott skrifið og ekki bara það. Karakterarnir og
heldur farsaplott sem erfiðasta í heimi. Ef þú þarf að skrifa farsa, ég meina, það allt morandi í handónýtum farsahandritum vegna þess að það flóknast af öllu að gera þannig að heppnist og þetta með miskilningin og margar sögur í gangi sem heppnaðist svona gríðarlega vel. Þetta var alveg ótrúlegt. 16 árum síðar tóku Guðni og hennar fólk aftur upp þráðinn í kvikmyndinni Stella í framboði. Edda, Latti og Gísli Rúnar eru öll mætt aftur ásamt fjölda annarra. Heyrðu, ég kannast. Varst það ekki þú sem braust inn í sumarbústaðinn minn árið og eyðilagði fiskeldi sem við Biggi bróðir vorum með? Og hér fréttamaðurinn, þið takið niður gleraugun, eða með glerugu, aldrei að líta upp á fréttamann, aldrei nokkurn tímann horfa niður til að tala við hann eins og sitt dvergur. Þegar leikurinn hefst Stella að ráðleggja stjórnmálamönnum hegðun og framkomu. Fyrir miskilning endar Stella sjálf í framboði. Stella í framboði skipar ekki sama sess og Stella í orlofi, þó vissulega séu þarna skemmtilegir sprettir. En kannski hefur Stella Löfe ekki sagt sitt síðasta. Það getur vel verið ef það sá gállinn verður á manni. Mig langaði svo Stella og Salomon færu með aldraða á Sólaströnd. Og nú býð ég bara enn eftir því að Dunna skrifi það handrit, sko. Ég er alveg til í að vera mjög niði, því ég sé þau fyrir mér.